Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst þá ætlum við að ræða aðeins hvað ég segja, heildarmyndina í málefnum íþrótta hérna á Akureyri og það ýmislegt að gerast. Það var verið að skrifa undir samning í morgun. Við byrjum bara aðeins á því. Í hverju felst þessi samningur sem var að skrifa undir í morgun? Já, það var að gera endurnýja samning við IBA, milli IBA og Akureyrarbæjar. Gammal samningur frá 2006 sem var við endurnýja og við höfum bara að auka í samstarfi á milli félagana, Akureyrarbæjar og IBA, auki fjármagn, auki verkefni, svona skýraði rammi. IBA með þessu svolítið að stíga upp eða hvað? Taka meiri ábyrgð og taka meiri þátt? Já, klárlega. Þetta er stór skref fyrir okkur. Við höfum fáum auki rekstrafé og getum svona auki við stöðugildin. Við höfum verið með framkvæmdastjóra í hálfu starfi sem hefur svona ekki dugað okkar mati og nú getum við bætt þar í og erum að taka við fleiri verkefni sem hafa verið á hendi bæjarins. Og það líka bara verið að skerpa eins á hver gerir hvað í íþróttamálunum og auka, myndi ég segja, samvinnuna milli bæjarins og IBA. Þannig að já, þetta er klárlega stór skref fyrir IBA í að gera IBA svona ennþá svona öflugra í íþróttalífi bæjarins. Bærinn með einhverjum hætti þá að útvista því sem ætti að vera þeirra verkefni eða þetta bara einmitt gott skref í að bara vinna betur saman með íþróttafélagunum? Ég þetta er bæði, sko. Við viljum líka færa verkefnin bara sem tilheyra hreyfingunum meira nær þenni. Þannig að hreyfingin sé sjálf að sýsla með ákveðin verkefni sem snýr beint að þeim. Já. Það hafa verið svona ákveðin hluti, til dæmis rekstrastyrkja hefur verið hjá bænum og annar hluti hjá IBA. Nú þetta kannski komið meira á eina hendi, þetta fer allt saman í gegnum IBA núna. Þannig ég þetta sé bara verið skilvirkir á eftir og samvinnan verið betri. Eitt atriði í samvinnunni með þannig að IBA má hafa áheyrnarfulltrúa á fundum frístundaráðs og öfugt þegar þannig mál eru í umræðinni. Þannig að ég held að þetta verði bara skilvirkara og verkaskiptingin betri og IBA mun svona kannski verða ennþá meira áberandi í öllu sem að tengist íþróttum. Við erum með fullt af verkefnum eins og Akureyri og Iði og lífslaupið og hjólaði vinnun og ýmislegt sem IBA hefur lítið komið að. Nú mun það verða raun og veru okkar ábyrgð og svona mætti áfram telja. Þannig að ég held að þetta verði íþróttalífinu í bænum bara til mikilla framdráttar. Hljómar svolítið eins og sé verið að reyna að skerpa fagmennskuna bara í málaflokknum. Já, heldur betur og talandi það. Við erum að klára nýja stefnu, íþróttastefnu og þá kemur öflugt IBA þar vel inn í það starfa að koma henni framkvæmd og rúlla þeim bolta af stað sem að það skrifað niður. Við vorum svolítið að ræða þetta hérna á örugglega í tengslum við árakurlæti varðandi Þór og Káa og hvar íþróttafélag ætti að vera og svo framvegis og þá kom IBA svolítið að steiga upp í að vinna í þeim málum með félagunum og þá voru þið að tala svolítið það að ef ég gat skilið ykkur rétt að ykkur langaði hreinlega ekki að hafa svona margar íþróttagreinar í svona mörgum félögum og það þyrfti aðeins að skerpa línurnar. Endurspeglast þetta með einhverjum hætti í þessari nýju stefnu? Já, klárlega sko. Já, það má kannski segja IBA steig svolítið fast inn í málin þegar að það stóð til að slíta samstarfinu í kvennafótboltanum. Þannig byrjaði sábolti að rúlla og teygði sig síðan í fleiri áttir. En þetta er klárlega þannig að við fórum í vinnu síðastliðið vor, þar sem að bæði var haldinn stór fundur með öllum félögunum svona hvert erum við að fara í íþróttamálum á Akureyri. Og svo var haldinn annar fundur í Hofi þar sem almenningur gat komið með sína skoðun. Og rauði þráðurinn í þeirri vinnu hjá báðum hópum var sá að hér vilja menn sjá færri og stærri og faglegri félög. Og það er þannig í nýju stefnunni að þetta er bara markmið. Að hér séu stærri og færri fjölgreinafélög og þar hafa Þór og Káa unnið mikla vinnu og eru með mjög öfluga framtíðarsýn bæði uppbyggingu á sínum félagssvæðum sem hugsuð þannig að fleiri félög, minni félög getur komið þar inn sem að leiðir af sér sameiningu. Þannig að þetta er svona ákveðið markmið og það stendur í nýju stefnunni sem dæmi að það eigi aðeins að vera ein grein, íþróttir, hver íþrótt á bara að vera stunduð í einu félagi í bænum að undanskildum fótbolta og handbolta. Og það er náttúrulega bara svolítið svona aggressív stefna að vera ekki með of mörg félög í sömu greinina, fámennagreinar oft sko. Þannig að það er ýmislegt svona sem er mjög forvitnilegt í þessari nýju stefnu. Getur verið að það verði einhver andstæða við þetta? Hafið þið heyrt einhverjar raddir fólk þar sem að þetta
fólk ekki ánægt með þessa hugmynd? Sko alltaf stefnan vinna margra aðila, þannig að koma margir að þessu, en vissulega verið sendin út fyrir helgina til yfirlestra hjá félögum, stefnan sem núna þá á lokamyndunum. Þá væntanlega að fá tilbaka einhver komment á það hvað má betur fara í stefnunni, en það bara tekið til skoðunar þegar það kemur. Varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja, það náttúrulega daldið í umræðunni, mitt eins og segir líka á félagsvæðum bæði Þórs og KA. Hvernig breytist svona ferlið í því? Kemur IBA að þeim verkefnum? Já, sko, IBA mun núna kalla eftir stefnu hvers félag fyrir sig einu svona ári. Allt frá bara smáum verkefnum upp í stór og þetta hlutverk IBA að forgangsraða og komið tillögur til Akureyrarbæjar hvað næst. Og við náttúrulega höfum verið mjög duglegir að byggja upp mannvirki í bænum, það sér það hver maður, það rosalega mikið af flottum mannvirkjum í bænum. Sumir vilja segja heimsmet per íbúa? Já, pottþétt sko, og ég meina núna til dæmis Nökkva-svæðið í fullum gangi og verður alveg glæsilegt svæði þegar það tilbúið. Siglingafélagið fyrir þá sem ekki það ekki? Já, Siglingafélagið Nökkvi, já, og það verður rosalega mikið lyftistöng fyrir bæði félaga, bara fyrir bæjarbúa alla. Og síðan alltaf kannski stóra málið hver næsta svona stóra framkvæmdin og fyrir utan þessar stóru hugmyndir sem að Þór og KA hafa á sínum svæðum að þá má örugglega, það er mjög margir á þeirri skoðun, ég eiginlega sammála því að næsta svona stóra verkefni sé kannski innisundlaug, keppnissundlaug sem er hægt að halda stórmót í og svo vinna svona farin í gang að skoða staðsetningu á þeirri laug á hún að vera við núverandi sundlaug, Akureyrarbæjarsundlaug, pláss þar, eða á hún að vera við Glerársundlaug, eða á hún að vera Naustahverfi eða hvað. Þannig að ég get alveg ímyndað mér að þetta væri svona næsta stóra verkefni sem við förum í. En svo það líka bara raun og veru að það ákveðin félög í bænum sem eru svona, ég segi nú ekki kannski á hrakhólum, en svona framtíðin ekki alveg nógu örugg þegar kemur á húsnæði og fleira og það hefur verið töluvert í fjölmiðlum, máltengd Kraftlyftingafélaginu og það eru svona fleiri félög sem við viljum auðvitað koma inn í húsnæði bæjarins. Þannig að þau geti farið að einbeita sér að því að reka félagið sitt vel en ekki að þurfa áhyggjur að því undir hvað þakkið verða á næsta ári. Sko. Þannig að þetta eiginlega verkefni og ég held að öll vinna í kringum þetta verði faglegri núna með nýjum samningi og nýrri stefnu. Þannig að það gæti orðið sóknarfæri því í staðinn fyrir að horfa á hluti eins og Laugagötu eða íþróttahús skólanna að félagsvæði Þórs og KA séu byggð upp með það að markmiði að það rúmi fleiri og húsnæði nýtist fleiri. Það eru hugmyndir félagana og ég mjög hlynntur þeim hugmyndum að það ákveðin samlegð í því að vera með margar greinar á sama svæðinu. Hvað finnst þér? Já, ég er sammála, sko. Við þurfum svona færri kjarna sem sko margt á einu svæði sem upp á rekstur og mannahald annað og búið til okkar kjarna svona í bænum, ekki að dreifa okkur allan bæ, sko. Þannig að þið eru bara blúsandi kátir með það? Já, við erum mjög sáttir með lífið, sko. Mér finnst þetta bara meiri áttar og ég held að framtíðin sé bara gríðarlega björt og ég er bara mjög spenntur að takast á við að efna þennan nýja samning og þessa nýju stefnu. Æðislegt. Takk fyrir að koma, strákar. Takk fyrir að koma. Rosa vel með þetta. Takk. Og við ætlum að fara að ljúka föstudagsþættinum og ég er að enda þáttinn í dag og því að fá að sjá upptöku sem við N4 tókum og sýndum á RÚV 2 frá Emilionu Torrini í hofi á Iceland Airwaves. Annars njótið bara helgarinnar gjörsamlega í botn.
the sun. I can hear my name be reborn on the cloud within the sky beneath the dawn. Oh, I serenade the dawn, serenade the dawn, serenade the dawn. Da-da-da-dum-dum-dum. Da-da-da-da-dum-dum. Da-da-da-da-dum, da-da-da-da-dum, do, do. Da-da-da-da-dum, da-da-da-da-dum, do, do. In a dream, I am carried by sun rays through the dark. Always the fool you handmade your heart. Life is a flicker, a light on a screen. Humble as all by bow to thee. Pale blue, my pale blue, it's all